Það rosalega oft þegar maður að tala við þá sem eru að byrja í business eða eru með lítil fyrirtæki og spyr þá hverjum ætlar að selja þetta, að þá fá maður svarið bara öllum. En það ekkert ofsalega raunhæft að ætla að selja öllum. Og af hverju ekki? Jú, til dæmis þá hafa ekkert allir þörf fyrir vöruna eða þjónustuna og þó þeir hafi þörf fyrir hana, þá hafa þeir kannski líka bara engan áhuga á henni, þóttir að þér finnst að hafa þörf fyrir hana. Þeir hafa líka kannski ekkert endilega efni á henni. Og svo líka bara fullt af fólki sem að hún hentar einfaldlega ekkert fyrir. Og það þess virði fyrir okkur að vera að eyða tíma og orku og peningum í að reyna að ná til þessara aðila? Ekki svolítið betra að við reynum að finna hver vænlegasti hópurinn til þess að selja til og einbeitum okkur að því að tala við þá? Þar sem að ráða svolítið svona á garðinn þar sem hann lægstur í staðinn fyrir að vera að gera sér eitthvað ofsalega erfitt fyrir og berja hausnum í steininn og tala við eitthvað sem hefur engan áhuga því að hlusta þig. Það líka þannig að ef að þú ætlar að tala til allra og víðs hóps, þá það bara ofsalega dýrt. Það ofsalega dýrt að ætla að ná til allra. Svo það líka þannig að segjum þú ok, þú hafir efni á því að ná til allra, en hversu líklegt að þeir sé að hlusta á þig? Maður talar ekkert eins til allra. Þú veist það bara sjálfur. Hugsaðu bara fólkið í kringum þig. Mömmu þína, börnin þína ef þú átt börn. Vini þína, meira sé á milli vina, þá mjög ólíkt hvernig þú talar við það og hvernig þú nær til þeirra og hvaða skilaboðin þeir eru móttækilegi fyrir og svo framvegis. Og það alveg eins þegar þú ætlar að selja einhverjum hlutina. Þess vegna borgar sig að finna út hvað vænlegasti hópurinn til þess að selja til. Einhver sem hefur þörf fyrir vöruna þína, hefur áhuga, tilbúinn til þess að kaupa og hefur efni á hann. Og svo þarftu nefnilega að stúdera þennan hóp svolítið vel. Þú þarft að þekkja hann vegna þess að það ekki bara dýrt að standa einhvers staðar út á horni og garga endalaust og enginn einhvern veginn grípur þess út að segja af því að þú ert bara að tala við allt og alla. Heldur það líka ekki mjög árangursríkt vegna þess að þú ert ekki búin að sníða skilaboðin að því hvað hentar þessum hóp. Mjög margir komast að því þegar þeir fara að skoða hlutina að mismunandi hópar kaupa líka mismunandi ástæðum og þú þarft náttúrulega að tala þessar ástæður í skilaboðin þínum til þeirra og ef að þú bæði veist ekki hverjar þessar ástæður eru og ég tala nú ekki ert ekki að tala réttu hlutina við rétta hópin, að þá verður markaðssetningin afskaplega ómarkviss. Við höfum einfaldlega ekki tíma eða peninga að eyða í það að standa á sápukassa á Lækjartorgi og garga. Við þurfum að vera fókusuruð, við þurfum að nýta tíman vel og gera þetta á hagkvæman hátt. Og þess vegna það sem við kallum markhópagreining gríðarlega mikilvæg. Ég ætla ekki að taka alla markhópagreininguna fyrir hérna núna, en í næsta bloggi þá ætla ég að tala svolítið það hvernig við finnum út hvaða hópur þetta sem vænlegastur. Hvernig komumst við að því hver það sem við eigum virkilega að vera að eyða orkunni okkar og tímanum í.